komið og hjartanlega velkomin með mér í Klettur rétt eina ferðina. Það er verið að tala slæmt veðurfar í sumar en nú loksins virðist sumarið verða komið. Sumar blíða dag eftir dag og þýðir þá ekkert annað en að vera bara í sumargallanum. Fór meira að segja í sumarbólið mín að þessu tilefni, bólu sem að kona mín gaf mér og sagði að þessi álitrun hæfði mér vel. Ég hef aldrei enskumaður verið, þannig að ég hef ekki hugmynd hvað stendur hérna, en fyrst kona mín segir að þetta passi mér, þá hlýtur það að passa mér og ekki orð meira það. En við ætlum að koma víða við hérna á eftir, við ætlum að fara í afmælisveislu og við ætlum að fara á hægringakvöld og svo ætlum við að bregða okkur upp á Eyvindarárdal, þar sem er æfingasvæði Skaust, Skotveiðifélags Austurlands. En við ætlum að byrja í afmælisveislunni. Það var hún Jónbjörg Sesselja Eyjólfsdóttir sem átti í raun afmæli en hún lést árið 2012, fædd í Borgarfirði eystra og var mikil söngkona, söngunnandi og ljóðaunnandi og orti mikið sjálf. Þannig að þessi veisla sem haldið var henni til heiðurs, hún var ekki eingöngu afmælisveisla, hún var fyrst og fremst útgáfuteiti. Það var verið að fagna nýrri ljóðabók eftir Jónbjörgu sem gefin var út í tilefni þess að hún hefði átt afmæli þennan dag og bókin heitir Brún klukkan grær. Það voru afkomendur hennar, börn, tengdabörn, barnabörn og svo framvegis sem að stóðu fyrir þessari veislu. Þau lásu upp úr verkum móður sinnar og tengdamóður og ömmu og sungu einnig því að það eru til lög við mörg ljóða Jónbjargar. Við skulum bregða okkur í veislun og fá að njóta þess sem þar var boðið upp á. Hér var verið að gefa út ljóðabók fyrst og fremst eftir Jónbjörgu S. Eyjólfsdóttur frá Borgarfirði eystra og þessi bók er gefin út af félagi ljóðaunnenda á Austurlandi. Þetta hefur lengi staðið til að gefa út bók með ljóðmennar og hér var slegið í útgáfuteiti í dag, hún hefði átt afmæli í dag. Á eyðislóðum. Ferðalangur, för ei hraða, fram hjá eyðibæ. Þar í varpa lítill lækur ljóða sí og æ. Fái nú á hjal hans hlýða, haust og sumar morgna blíða. Enginn kemur allan daginn eða sækir vatn í bæinn. Lífið sem var lifað hérna löngu horfið er. Setjast skaltu samt við lækinn, segja kann hann þér, frá þeim sem hér eitt sinn undu og við staðinn tryggðir bundu. Byggðu þennan bæ úr torfi, beittu í lífsönn, hrífu og orfi. Hér var elskað glaðst og grátið, gengið vinnu til, jafnt á sælum sólskeinsdögum sem í hörku bil. Hérna áttu oft á vorin, ungir fætur léttu sporin, lítil börn léku saman, laus við þungan vetrar aman. Þó að fólk sé horfið héðan, hruninn gamall bær, göngumóðum gestum fagna grund og lækur tær. Hér má ennþá angan blóma, una við og fugla róma. Þið sem fram hjá ferðum hraðið, feti stillt gamla hlaðið. Gangið hægt hrunda garða, horfna tímans minnisvarða. Já, þetta er góð og skemmtileg bók. Og þetta er 15. bókin í flokknum Austfirsk ljóðskáld. Við hófum útgáfu þessum flokk árið 2001 og fyrsta bókin var einmitt eftir mann Jónbjargar, Sigurð Óskar Pálsson. Síðan höfum við gefið út eina bók í flokknum á ári síðan. Félagið verður 20 ára á næsta ári og það er áformað að við gefum út 3 bækur á afmælisári. Þú ert sem þögult minnismark minnar bernsku vætta trú gamlan ál með gráan koll sem gæti átt sér hérna bú. Og hér komu fram bara fjölskyldan, börn og barnabörn og barnabarnabörn jafnvel. Og svo vorum við hérna í danshljómsveit Friðjóns Jóhannssonar. Við á sínum tíma settum á disk fyrir hátt í 20 árum síðan texta nokkra eftir Jónbjörgu og þannig að við vorum hérna að taka lagið aðeins.
Þannig að þetta bara búið að vera fjör. Það er lesið úr bókinni og síðan eru fluttir textar við eftir ýmsa lagahöfunda eða sem sagt lög eftir ýmsa tónlistamenn sem hafa gert lög við textan hennar. Þannig er þetta búið að ganga núna og það er búið að vera mikið fjör. Mér mun seint úr minni líða, mynd þín, gamla herð breið. Töfruð upp til hárra hlíða, horfi ég óttu skeið. Hátt þú lyftir hvítum faldi, hann með tign og reisn þú ber, sveipar léttur, svalur kaldi, sjalið þoku að herðum þér. Fætur þína, lindir lauga, ljóðar fugl í grænni tó, þetta gleður eyra og auga, unað veitir, frið og ró. Undir þínum frera fönnum finnst mér landsins hjarta slá, burt frá dagsins ís og önnum, oft mun leita hingað þrá. Það einkenndi kveðskap hennar að hún orti yfirleitt ljóð til þess að fyrir söng. Það eru söngtextarnir hennar sem eru kallaðir, þeir eru það þekktasta eftir Jón Björgu. Og mörg lögin við texta hennar hafa komið út á diskum. Sofðu litla ljúfan mín, langa vetrar nóttum, legðu aftur augun þín, gluggan tunglið skín, frá háreisti dagsins hvíldarinnar njóttu. Hún samdi ansi innihalds góða texta og var snjöll í því og var mikið leitað til hennar að gera texta. En svo náttúrulega var hún í alls konar ljóðagerð annari en var kannski meiri svona textahöfundur heldur en eiginmaður hennar Sigurður Óskar Pálsson sem að það var gefin út ljóðabók eftir hann líka fyrir mörgum árum síðan. Það var á vísu það er fyrsta ljóðabókin sem að Félag ljóðahöfunda gaf út á Austurlandi. En þetta er bók, ef ég man rétt, númer 27. Svo Yfirblikandi lagarins bárum, hvelfist bládjúpur himinn og tær, og við glitrandi síkvikum gárum hreyfir gælandi suðlægur blær, og hann ber með sér blómanna ángar, ilma byrgi og língrónum hól, alltaf lekur vordaginn langan, sem í vetrarins arflögum kól. Komið út á disku. Sko, við erum búin að gefa út núna 27 bækur og þar að vera 15 í flokknum eins og ég sagði. Og þó að hljómi einkennilega, þá leitum við aðalega að bókum sem annars kæmi ekki út. Við erum ekki að keppa við stóru útgáfunar fræga höfunda. Við gefum aðalega út eftir höfundar sem ekki gæfu bækurnar út sjálfir. Og þannig við teljum að við séum með þessu að bjarga, hreint og beint að bjarga menningarverðmætum. Bækurnar eru orðnar 27 talsins. Fyrir 2 árum gáum við út 5 binda ritsafn Guðfinnu Þorsteinsdóttur. Það er náttúrulega viðamesta verkefni félagsins. En þó að mest sé rætt bókaútgáfuna, þá er starf félagsins, það er miklu víðfeðmara heldur en bara bókaútgáfan. Við stöndum fyrir ljóðakvöldum á hverju ári, 1 eða 2, og svo er það harðasti kjarni félagsins, kemur saman alltaf einu sinni mánuði, vetramánuðina. Og núna síðustu ár höfum við haft starfsemina í bókakaffi á Hlöðum, hjá Grétu. Þið kannist sjálfsagt öll við togstreitunum Dýrfjöllin á milli Borgfirðinga og héraðsmanna, og þetta hefur verið
Þessi togstreita hún hefur verið orðuð á marga vegu. Ég efast að nokkur hafi orðað hana betur heldur en Jón Björg hérna. Þau standa hér vörð, þessi fögru fjöll og faldinum skarta, hvítri mjöll. Þar átti sér kóngur álfahöll, hér urðu menn vættatrúar. Mér finnst ég greina að í fornum sið framdyrnar gengi kóngsins lið, bakdyrnar héraðsbúar. Það var mjög gott að senda henni lög og sem sagt að hún var svo auðvelt með að smella því inn í taktin sinni textagerð. Þannig að hún var mjög fljót að, ég held að hún hefði frekar vilja að fá lögin fyrst og semja textana við þau. Það var svona gangurinn í þessu frekar. En þetta búið að vera magnað. Vinur minn hvað sem í heiminum heyrðu mitt ákall og lesindu mér. Reynum að uppræta angur og kvöl, alnema stríðsins spöl. Stöndum við saman og störfum sem við, stefnunni til við getum við breytt. Smíðum úr vopnunum verkfæri þó, verum í sem byrðir inni, burt með hatrið úr veröldinni, burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið á jörð, burt með hungur og burt með sorgir, burt með deilur og hrundar borgir, burt með sprengjur sem brenna svörð. Staðar bæninum frið, bænina stæðstu sem nú þekkjum við, bænina einu sem bjarga nú fær, barninu frá í gær. Burt með hræðslu sem byrðir inni, burt með hatrið úr veröldinni, burt með sprengjur sem brenna svörð, byttu með mér frið. Það er ekki dónalegt að eiga svona ættarkór, en að þessari veislu lokinni skulum við fara í aðra veislu, það er að segja á hagyrðingakvöld sem haldið var í Valaskjálf. Það var Stefán Bogi sem stjórnaði þessari veislu, en með honum stóð á sviði Þorsteinn Bergsson, Stefán Bragason og Björn Hafþór Guðmundsson frá Stöðvarfirði. Að sjálfsögðu komu hagyrðingarnir víða við. Til dæmis byrjaði Stefán á því að skjóta aðeins á félaga sinn Þorsteinn Bergsson, en þeir voru eitt sinn saman í liði Fljótsdalshéraðs í útsvari. Þorsteinn var reyndar ekki með Stefáni á síðasta keppnistímabili, var þá einn og sagðist þetta nýta sér tækifærið að það sem að byggja ekki lengur við ofríki Stefáns til þess að taka sér 10 stiga spurningu í stað þess að taka 15 stiga spurningu sem Stefán hefði eflaust gert en marka má það sem kom fram á hagyrðingakvöldinni. En við skulum heyra hvað þeim félögum fór á milli. Hann vildi meina það að hann hefði aldrei fengið að sjá nokkuð tíma 10 stiga spurningu sem þetta fyrir frekjunni í mér. Steini minn, þar sem þú horfir nú í augunum, er þetta virkilega satt? Fór ég svona illa með þig? Útsvarsláney eltir mig, ekki birtast svörin greitt. Samt þó tel ég 10 stig, talsvert betri en ekki neitt. Stefán Bragason orti líka keppnina á síðasta vetri, en þá voru með Þorsteini í liðið þau Björg Björnsdóttir og Eyjólfur Skúlason læknir. Hún limraði svona, Boginn í stofunni stressast. Því Steini er ennþá að pressast. Það margt er í mörgu og mæðir á Björgu, en Eyjólfur, hann er að hressast. Já, það mátti svo sem greina á þessu hagyrðingakvöldi að hugsanlega hefði undirbúningur mátt vera meiri og lengri og Stefán Bogi var svo sem ekkert að fela það. Nafni nefnilega hafði lag á því áðan að skauta fram hjá því að hann hringdi í okkur Hafþór í gærkvöldi
svona upp úr 8. Þá nefnilega rifjaðist upp fyrir honum að hann átti alveg eftir að skipa á Hagyrðingabekkin. Að vísu stóð Steini aðeins betur að vígi, hann var reyndar ekki búinn að hringja í Steina þá, en Steini var búinn að sjá þetta auglýst í dagskránni, hann átti að vera hérna. En þá var stressið aldrei hann mun hrjá. Seint eigi þó mér líki og nafni virðist fráleitt frá fyrirvarasýki. Nú þegar neyðin stærst hjá Hagyrðingum þá náttúrulega bara gripið til þess að taka gripi úr smiðju annarra Hagyrðinga og þetta gerðu þeir kapparnir og það var svo sem ekki til þess að skemma kvöldið. Hún sonur eftir Jón Ingvar Jónsson Reykvíking. Gekk ég suður Grandaveg á gömlum leiðum vana, eina vísu orti ég, ekki man ég hana. Og Hafþór til dæmis hafði grafið upp vísu ónefndan fjallamann, mann sem var þekktur fyrir að vera sífellt prílandi upp til fjalla, en seint og síðir náði hann sér í stóra og stæðilega konu. Upp á heiðar oftan fór, þar ótal seiða myndir, hann nú skeiðar, hugum stóri herður breiðar lindir. Nú, Rögnvaldur á Hrafnabjörgum eins konar þjóðsagna persóna fyrir austan. Nú, hann reyndar frændi Stefáns Boga, en reyndar spurningum hvorum þeirra það frekar til vegs eða virðingar. En Stefán Bogi gat ekki stillt sig að dusta ríkið af gömlum kveðskap Rögnvald að ákveðnu tilefni. Þá hafði Rögnvaldur gert svo frægur að skjóta ref. Það hefði nú kannski ekki átt að heyra til tíðinda, hann er nú grænjaskipta, en það að hann skaut þennan ref komst nú samt í fjölmiðla og undir fyrirsögninni skaut ref á nærbuxunum. Ég held við hljótu nú að ætla að það hafi verið Rögnvaldur sem var á nærbuxunum en ekki refurinn, en góður bóndinn og bílstjórinn, bærilegt skáldið og spekingurinn, fáklæddur réðst á reppaskinn, Rögnvaldur, hann frændi minn. En það var aðrir sem voru ekki skildir Rögnvaldi og það var annar maður þarna á þessu Hagyrðingamóti, hann hitti Friðrik Steingrímsson og hefur nú komið hér við sögu nokkrum sinnum á Hagyrðingamótum og hann orti náttúrulega miklu betri vísu þetta atvik. Og hann orti þetta svona: Drápseðlið djöfull trillt, af draumi skittan vakin og hefði farið hólka vilt hefði hann verið nakin. Nú, svo dustaði Stefán Bragason ríkið af gamalli fundagerð sem hann einhverju sinni ritaði eftir fund stjórnanda Seyðisfjarðar og Fljótsdalshéraðs. Reyndar held ég að Einar Karl Haraldsson hafi hjálpað honum eitthvað við þessa fundargerð. Fundur settur, fáir mættir, fengust sættir, flestir drukku frá sér vitið, fundi slítið. Nú, Þorsteinn Bergsson bóndi í Unaási og hann ekki þekktur fyrir það meðal bænda að nýta sína bagga sömu hnútum og aðrir gera. Hann heldur sig til dæmis fast við gömlu baggabindivélina í stað þess að nota þessar frægu rúlluvélar sem flestir bændur að nýta í dag. En Þorsteinn skammar sín ekkert fyrir þessa gömlu tækni sem hann heldur tryggð við. Ekki var mér það vel, þó ekki sé ég hér með frúna, en beittur fyrir bindivél, betur væri ég komin núna. Já, það kannski þetta með að vera hér og hugsa heyskapinn, staðis að vera í heyskapnum og hugsa þetta. Það minnir svolítið á sögunum sem að borgfirðingur, sem að sáða vinnu borgfirðingi, sem að ekki mætti til messu í þurrki og presturinn, afi konunum minnar, fór nú að finna að því við hann einhvern tíma seinna og þá svaraði maðurinn því til ég vildi heldur vera í heyskapnum og hugsa Guð heldur en að vera í kirkjunum og hugsa heyskapin. Ekki hef ég alveg frið í tómum kröggum, ég heyskap þyrfti að vera við og votum safna böggum. Nú og svo gátu þessir Hagyrðingar ekki stillt sig að skjóta aðeins á göngin Vaðlaheiði. Og svona mín upplifun var þessi, þau minna helst á magapest. Meður slæmum kendum, það fylgir jafnan fyrir rest flóð úr báðum endum. Mig minnir að Björn Hafþór hafi náði eftirfarandi vísu í smiðju hjá Jóni Halldóri Guðmundssyni á Seyðisfirði.
Engu að síður taldi Björn Hafþór næsta víst að þessi vísa lýsti sinni manngerð mjög vel. Mannkostir mínir verða varla í einu ljóði skráðir báðir. Víst var það ágætt að vera hér saman. Ég vona að þið áfram brosið hress. Mér þótti að vera hér þó nokkuð gaman og þar til næst segi ég takk og bless. Nú Skaust skotveiðifélag Austurlands með félagssvæði upp á Eyvindarárdal, mjög myndalegt svæði sem margar skyttur nýta sér til æfinga og keppni. En gallinn við þetta svæði fram til þessa hefur verið sá að það hefur stundum verið erfitt að komast þangað nema þá á einhverjum torfæru tröllum vegna þess að þarna Eyvindar áin og sú getur stundum verið brúnaþung. En nú búið að leysa þetta vandamál. Það sem sé búið að brúa ána. Og þetta gerðu félagar í skotveiðifélaginu að stórum hluta í sjálfboðaliðavinnu en vissulega þurfti efni til og það kostaði sitt. Brúargerðin hefur líklega kostað hátt í 10 milljónir króna. En sveitafélagi studdi við bakið á þeim og sjálfsögðu var það Björn Ingimarsson bæjarstjóri sem opnaði brúna formlega með því að klippa á borða. En þetta hefur orðið mikil lyftistöng fyrir félagið sem dæmi það má nefna að á undanförnum vikum frá því að brúin var vígð hafa jafnaði bæst við 5 til 6 nýjir félagar í hverri viku. Það stór dagur í dag hjá Skotfélagi Austurlands. Við erum hérna að vígja brú sem eru búin að koma yfir svæðið sem að gerir svæðið bara að svæði, ekki að einkaklúbb jeppaeiganda. Og þetta er gríðarlega mikla þýðingu fyrir þá sem stunda skotfimi þarna fyrir austan. Það er að segja að vanti almenna samgöngur hérna yfir hefur gert það verkum að fólk hefur haldið þessu hundum ekki sótt inn í félaginu. Og með tilbúin brúarinnar þá er gríðarleg fjölgun í félaginu og við erum tæp 300 í dag. Við erum að vígja 3 nýja kastara sem að gera völlin okkar að svona löglegum kompakt sporting velli. Svoleiðis að það verður hægt að keppa í sporting hjá okkur. Þetta kompakt sporting er svoleiðis að það hendar veiðimönnum miklu betur. Það eru margar svona variásjónir á dúum, komur öllum áttum. Það er að reyna að kynna alla deildir félagsins. Það er haglabyssu-deild og það er riffildeild og það er bogfimi-deild. Og við erum að nota tækifæri til að leyfa fólki að skjóta aðeins úr bogum og kynna bogfimina svona örlítið. En það hefur verið mikill uppvöxtur í henni innan félagsins og á landinu almennt. Sko aðal starfsemi Skaust er þríþætt en það sem hefur farið hvað mest er riffilskotfiminn og við erum að tengja það við staðsetningu okkar og tengingu við hreindýrin. Og riffilnefndin hefur unnið alveg gríðarlega mikið og gott starf á svæðinu og gert félagið nokkuð þekkt á landsvísu. Og við erum núna, til dæmis í dag, erum við líka að opna hérna haglabyssuvöll, svokallaðan sportingvöll, þar sem erum við verið að herma eftir veiðum. Og þá er hérna komu 3 fyrirtæki myndarlega að því að styrkja kaup nýrra leirtogkastara. Það var Bólholt, Veiðiflugan og Austfar og svo er bogfimi-deild Skaust líka að vaxa mjög og það má kannski geta þess líka að einn af okkar félögum er að bankinn í landsliðið. Við æfum 3 í viku við veturinn og innanhús. Við höfum aðeins æft utanhús í sumar og hérna fer fólk frá okkur á Íslandsmót og farið 2 á heimsbikarmót í Marokkó og fara líklegast allavega 1 núna í vetur aftur. Starfsemi félagsins hefur verið að aukast stigmagnast starfsemi félagsins undanfarin ár og með tilkomu hreindýra skotprófana frá Umhverfisstofnun hefur starfsemin verið að aukast mjög og umferðin á svæði hefur þyngst svakalega. Og þessi farartálmi sem áin Eyvindaráin, hún hefur verið okkur mjög erfið og okkar viðskiptinir hafa átt erfitt með að komast á svæðið og þreyta skotpróf. Þannig að það er ægilega, þetta er góður dagur í dag, þetta er bara alveg magnað. Það geta allir skotið að boga. Þetta er mjög algengt til dæmis hjá fötluðum. Þetta er í miklum vexti hjá krökkum. Það geta allir skotið að boga.
alveg eins og með alla skotfimi þá krefst þetta einbeitingar og sjálfsaga og læra svo að þekkja sjálfan svo verkfærið. Combat Sporting tilheyrir reyndar ekki undir Íþróttasamband Íslands en þetta er stundað allt land og menn hafa verið að þvælast á milli og keppa og með tilkomu þessa vallar að þá getum við farið að bjóða upp á mót sem að vonandi aðrir keppnismenn úr öðrum fjórðungum mæta á til okkar. Já, algjörlega og þetta er náttúrulega bara lyftistöng fyrir félagið líka svona fjárhagslega því að þetta kemur fjárstreymi inn í félagið sem hefur ekki verið áður. Með sölu á dúum og skotum. Já, það er mjög bjart framöndan hjá félaginu og við erum hnarreist og gríðarlega stolt af þessu félagi hérna. Og það maður geta þess líka að svona brú er ekkert reist bara á einum degi ekki frekar en Róm. Það hafa gríðarlega margir komið að þessu og sveitafélagið styrkt okkur myndarlega með fjárframlögum og svo hefur verið gríðarlega mikið sjálfboðastarf í félaginu. Við byrjum að þakka. Það hefur fjölgað gríðarlega í félaginu og við erum rétt 300 í dag og síðan að brúin komst svona heilt undir brúna, hún kæmi, þá hefur verið að fjölga svona 5 til 6 á viku. Það er uppgangur núna í haglabyssu og riffilskotfimi og þetta er allt saman út af auknu aðgengi á svæðinu sem að ýtir undir alla deildir félagsins.